núna. Já. Ágætu bæjarfulltrúar, starfsmenn, gestir. Þá setjum við bæjarstjórnarfund númer 463 að hann að þessu sinni haldinn hérna í Gjánni, nýja íþróttamannvirki í Grindavíkurbæjar. Það er þriðjudagur 31. maí og hefst það núna rétt rúmlega 1700. Ástæðan fyrir því að við höldum fundi hér í þessu glæsilega húsi er sú að það eru breytingar á núverandi húsnæði bæjarskrifstofu. Ekki vult að halda það, en það er ekkert í okkur hérna. Ég byrjaði óska på samþykki fundarins fyrir að taka mál með afbrigðum, mál númer 18, ásetningu Grindavíkurbæjar og stofnana 2015. Það láðist kom aðeins og sett inn í fundargögnin. Er það samþykkt? Það er samþykkt. Nú, þá er næstkomið að kjöri forseta bæjarstjórnar. Eins og þið vitið þá er þetta skipst á milli ára og ég legg til að Kristín María Birgisdóttir verði kosin forseti bæjarstjórnar fyrir næsta ára. Þeir sem því samþykkir. Það er samþykkt samhljóða. Nú ég svona afhenda bara fyrir fundin. Er það eitthvað meira hérna sem að... Það er þú bara tegur við hérna, ég getur svo segið strik, en ég get gert það og við. Klára hennar lið. Klára hennar lið. Nú, lagt er til að það eru kjörnir sem sé fyrst og annar varaforseti bæjarstjórnar og tillögun er svohljóðandi. Fyrsti varaforseti Hjálmar Hallgrímsson og annar varaforseti Marta Sigurðardóttir. Það er borðið til atkvæðagreiðslu sem eru samþykktir. Það er samhljóða. Kristín María. Takk fyrir það. Þá förum við í annan lið sem er heimild bæjarráðs til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi bæjarstjórnar. Með vísan til 8. greinar samþykktar stjórn Grindavíkurbæjar og fundarskjöld bæjarstjórnar. Þá leggur forseti til að fundur bæjarstjórnar verði felldir niður í júní og júlí í sumarleyfi bæjarstjórnar og jafnframt verði bæjarráðið falið fullnaðarafgreiðslu mála nema það sem lög kveða á annað í samræmi við 5. málsgrein 30. og 2. greinar sömu samþykktar. Og ég gef orðið laust. Ef ekki, að þá ber ég þessa heimild til atkvæðagreiðslu þeir sem eru sammála við kvöld. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það þriðja mál á dagskrá sem kjör bæjarráðs samkvæmt A-lið 47. greinar samþykktar stjórn fundarstjórn Grindavíkurbæjar og ég legg til að eftirfarandi verði kjörnir í bæjarráð næsta ári. Það er Hjálmar Hallgrímsson G-lista verði formaður, Kristín María Birgisdóttir fyrir G-lista, Ásrún Kristinsdóttir fyrir B-lista og áheyrnarfulltrúi S-lista með málfrelsi og tillögurétt verði Marta Sigurðardóttir og fær hún fyrir sem almennur bæjarráðsmaður. Og varamenn þeir muni því taka sæti bara í þeirri rösi fyrir kostni þegar aðalmenn og áheyrnarfulltrúar forfallast. Orðið laust ef ykkur tjásið þessum við. Nú er ekki þá þeir upp til atkvæðagreiðslu þeir sem er samþykkt kjöri í bæjarráð. Það er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í skipulagsmálin. Deiliskipulag íþróttasvæðisins, þá þarf að breyta þar vegna fyrirhugaðs íþróttahúss. Er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulag íþróttasvæðis í Grindavík samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 213/2010. Forsenda breytingarinnar á deiliskipulaginu snýr að byggingareign A, þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjum sem hýsa íþrótta- og sundlastarfsemi. Breytingin gerir ráð fyrir auknu byggingarmagni innan byggingareignsins og að reitinn verði stækkað til norðurs. Skipulagsnefnd hefur tekið málið fyrir og hún leggur til við bæjarstjórn að sviðsstjóra verði falið breytingin til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 með fyrirvara samþykki nákvæmlega við Salthólsveg 2 sem er Salthúsið 1. Orðið er laust.
líka fyrir þig Ármann ef þú vilt koma aftur athugasemdir málið Þetta bara svolítið svona beint framhald af því sem hefur verið að gerast í nefndavinnunni hérna með hversu starta þessum alls saman. Það sem heyrist í þér. Já, að nefndavinnunni sem hefur verið í gangi varðandi íþróttamarkinn og áætlun þetta. Það vantar inn þarna í deiliskipulagi nokkur hundruð fermetrar til þess að geta sett íþróttahús á svæðið. Þá er bara fyllt út í alla reitin, alla lóðina, nema það er þetta smá ræma meðfram til þess að fyrir göngustík. Hefur eitthvað heyrt í nágrannanum? Nei, ég vil bara láta tillöguna fyrst fara í gegn hér og svo myndi ég hafa samband við þá. Vil einhver tjá sig um tillöguna? Og ef ekki, þá er það borið til atkvæðagreiðslu að ámælinn verði farin breytingi til fullnaðarafgreiðslu af þeir sem eru sammála því það er samþykkt samhliða. Það var 5. mál á dagskrá sem er breyting á deiliskipulagi við Norðurljósaveg 1. Það er gerð tillaga á óverulegri breytingu á deiliskipulagi Svartsengi, Uppdrætti og Breiðagerð. Breytingin er samræmd við aðalskipulag Grindavíkurbæjar 2010–2030 þar sem svæðið er skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði. Breytingin felst í að byggingareitur við Norðurljósaveg 1 er stækkað til norðurs og suðurs og byggingareitur stækkað úr 4.000 fermetrum í 8.700 fermetra. Einnig er götuheiti breytt í Norðurljósaveg 1 úr Grindavíkurbraut 1. Skipulagsnefnd hefur tekið málið fyrir og leggur til við bæjarstjórn að skipulagið verði samþykkt og brendar keypt við lóðarhöfum með Orkubraut 2 og 3 og Norðurljósaveg 1 samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga, 123/2010 og 44. grein skipulagslaga 123 sama ár. Og þetta er Northern Lighting sem hafa það í hyggju að stækka hótelið um 10 metrum sé ekki rétt. Þannig að orðið er ljóst, er eitthvað tjá sig um þessar breytingar? Spurning, bara eitthvað hvernig. Hver er eigandi lóðarinnar? Við Norðurljósa... Þessar lóðar sem við erum stækkað byggingar hérna. Ég ætti bara að kanna það, sko. Það sé ekki... Þetta var alltaf með fyrirvaran leyfi landeiganda, sko. Já, en það er ekki fyrirværi í tillögu afgreiðslu, þannig að það þarf að taka fram að allt er lega. Já, það er átt stundur. Ég gerir fastar átt því að það sé landeigandalega afgreiðslu og... Og það verður talað við landeigendur með þetta. Þeir verður að gefa samþykki sitt áður við breytum þessu. Bara hafa rétt þegar. Ábyrging, það verður rætt við landeigendur og fengið leyfi fyrir þessu. Fleiri ábyrgingar eða spurningar? Við náttúrulega búum að vísa reyna, það er spyrsæti. Við varum fyrir með veginu núna, sem er mjög næg okkur. Hver sér þennan veg? Ég verði bara fyrir með að loka þessu veg. Já, hann á að vera lokað, sko. Hann á að Þú loka. ert að tala stubbið frá Grindavíkurvegi að Norðlætinni í rauninni. Hann á að vera lokað. Þetta á að vera vinnuvegur fyrir HS. Ég var búinn að byrja hann á okkur. Það fælast inn á hann að vega nefnilega mikið að túrtum. Þú ert búinn að keyra fram með lónum, fattaði það og faraði hann inn á og... Það er svo flott að breyta. Já, mjög leiðilegur vegur, sko. Þannig að hann á að vera lokað. Fleiri sem vilja taka til máls að spyrja sæti? Ef ekki? Að grenndarkynna fyrir lóðarhöfum og breyta deiliskipulaginu. Þetta er óverulega breyting. Þeir sem eru sammála þessu, það er samhliða. Þá er það 7. málið á dagskrá, það er umsókn frá Grindavíkurbæ, frá Grindavíkurbæ sem snýr að Víðihlíð og hér er verið að óska eftir að samþykkja þau byggingaáform sem liggja fyrir. SA
Skipulagsnefnd hefur tekið málið fyrir og leggur til við að umsóknin verði samþykkt með fyrirvara staðfestingu á deiliskipulagi B-deild Stjórnartíðinda. Orðið laust. Þetta afrakstur af stýrihóp sem við sátum í hér 3 í Bæjarstjórn og þetta fyrsta skrefið í áttina á við bara að hefja hönnun og útboð og annað. Þannig að það ætti að svo vinna ef allt gengur upp ætti ekki að hafist í haust eða sumar. Já, sumar. Já, sumar. Það verður sá. Nú við erum að samþykkja áformin ekki rétt og síðan þegar þau eru búin og þá verður farið í útboð á Já, við bíðum hingurum eftir leyfi skipulagsstofnunar til að auglýsa deiliskipulagið í B-deild. Það bara, ég er búinn að senda það inn og ég bíð bara eftir svari og gerir fastlega ráð fyrir því að það verður bara samþykkt. Og svo erum við núna að vinna bara í detailtekningum, bröðhústekningum, lagnartekningum og öðru og svo útboðsgögnunum. Svo munum við rýna þetta á tæknideildinni og kjölfari leggja það hérna fyrir á bæjarráð þá og svo útboð. Ég stefna þessu í júnímánuði sko, að hefja útboðið. Það er bara fleiri spurningar. Má ég hérna einn? Ég verði bara fyrir með svona byggjum nefndarinnar, þú veist, það er þessum byggingatíma. Þessar nefndin bara fyrir á móti störn. Sko, erindisbréfið segir að við eigum að skila okkur fullbúnum tillögum, útboðsgögnum og breytingum á reglum. En við erum ekki að gera neitt meira. Ekki samkvæmt erindisbréfinu. Það var það komið sko. Þannig að útlæði kannski ég veit góð út að venda fyrir þér Ásson, ég held að þetta er bara komið á þann stað en reglurnar eru ekki klárar. Ég býði líka eftir frumvarpinu, þannig að ég held að þurfum nokkuð að loka þessu á þess að við séum að halda einhverja fundi. Við höfum ekki að funda núna, en það er nokkuð að draga aðeins nær á við höndum einhvern lokafund eða Ég held að ef tilefni sé til að búa nefndina saman þá verður það gert. Já, akkurat. Já. Bara þegar við erum búin að rýna Ég Ég held að líka bara varandi eftir þá líka á bílunum. Þessi ég komið upp að þessi ég þessi bílunum það var vatnaði svo bara eftir. Ég hugsa eftir þetta hafi verið þetta er ekki mér að beina bílinn bara svona eftir að sé með þetta að næta það er í gangi. Ég fikk alla hjálpi eftirliti sem ég ekki fengið sko og hérna Já, þessu stöðuna og svo getur alltaf á framkvæmdatíma mjög eðlilegt að hlutinni breytast og þá þurfti að vera gott að geta leita til einhvers með breytingar og spyrja hvort við verðum hægt að fara. Það er ekki mikið stundum það. Funda bara eins og ég til þess að við gott sko. Það er reyndar gott að tala með þessi ásökunum. Heili, ef það er ekki meira eða fleiri spurningar eða athugasemdir, þá þegar ég bera þetta upp til atkvæðagreiðslu og samþykka þessi byggingaráform til þess að vera sammála þeim réttbönd. Þau eru samþykkt samhliða. Þá er það næsta skipulagsmál, nr. 7, það er umsókn um byggingarleyfi fiskeldið á stað. Mál þeirra hefur komið hingað til okkar áður, þá var skipulagsbreytingin hún klár og nú óska þau hjá Íslandsbreykju eftir byggingarleyfi. Það óska eftir byggingarleyfi fyrir 8 eldiskerfi hvert 2400 rúmmetra. Erindinu fylgja teikningar unnar AVH dagsettan 27. apríl á þessu ári. Hönnur er Fanney Hauksdóttir, skipulagsnefnd leggur til bæjarstjórn og byggingarleyfi er samþykkt með fyrirvara staðfest deiliskipulag. Byggingarleyfi er gefið út af byggingarfulltrúa þegar fulltrúi hönnur að flytja fyrir og orðið er laust. Ef ekki, þá átti ég að bera þetta erindi upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála að veita hvort byggingarleyfi er kvöld. Það er samþykkt samhliða. 8. mál, það er fiskeldi á iðnaðari I5 framhaldsmál sem við höfum fengið líka til okkar áður eftir Matorka að óska eftir breytingu á gildandi byggingarleyfi og það er að ræða nýja staðsetningu innan sömu lóðar fyrir 4 kerjalínum, fóðursílóum og fráveitum. Erindinu fylgja teikningar af tækniþjónustu SA frá því apríl, 25. apríl á þessu ári.
Skipulagsnefnd leggur nú til við bæjarstjórn að byggingaráformin verði samþykkt. Byggingaleyfi er síðan gefið út þegar byggingarfulltrúar hafa borist tilskilin gögn. Þetta er í rauninni, það er að færa bara til að ekki innan byggingareitar gerir úr einu hotninni í hitt. Jú, þeir eru bara, svona styrstu máli, þá eru þeir að spegla bara aðstöðuna yfir hérna móðuna. Svo mjög skýrt að mynda þessu fylgdu gögnunum. Já. Þeir hafa hugað að tengja einhvern veginn svæðinu fyrir neðan. Já, þeir fengur lóðuna þar líka. Já, skipta þessu úr það. Málið er laust. Það er bara rífandi gangur í þessum skjöldiðismálum hjá okkur. Nú þá byrja ég að upplega atkvæðagreiðslu, segi þeir sem eru sammála þessari umsókn byggingaleyfi og breytingu á staðsetningu innan rétts viðhöld. Það er samþykkt samhliða. Svo er 9. mál sem hefur komið til okkar áður í bæjarstjórninni. Það var umsókn HS Reykna loftnet við dreifiðstöðvar. Það var ákveðið hér á fundi að halda íbúafund til að kynna framkvæmdirnar sem var gert. Sá fundur skilst mér gekk mjög vel, fór fram 17. mars í vikunni og eftir þann fund þá bárust engar athugasemdir. Þannig að við getum svo sem vitið alltaf á að það sé saman og samþykki. Einhverjar það ekki málsýnt þessum við. Og ekki að þá er bara framkvæmdaleyfis óskinn borin til atkvæðagreiðslu þeir sem eru sammála framkvæmdaleyfi til HS Reykna einhvern. Það er samþykkt samhliða. Og þá er það 10. málið sem er já, á ég að kynna málið Það hefur ekki verið slíkur afgreiðslu hraði á skipulagsmálum á hlutum. Ég var svona áætlað það að þetta mál var að dagskrá 6-leytið og bara nökk á málum að koma frá. Eigum við að dýra Þannig að ég legg til að það hefur geimt aðeins ef það hefur að fullum Ég samlingu. áttar mikið svona að nættum í hús. Það er gott að tökum bara kaffinu. Það myndi henda tæknimannum ágætlega. Já, þetta er tæknimálinu. Það þarf aðeins að stilla hljóðið Já, búinn. gerum það. Við tökum hérna kaffi fundarhlið. Byrja að tjekka hérna. Já. Gerum við bara svona. Ég fæði alltaf á þess, sko. Við på þetta.
miðstöðin og aukin sumaropnun um helgar. Forseti leggur til að gerð verði tilraun með aukin opnunartíma í Sundlaug í júní og júlí. Þannig að opið verði lengur og hér var komin fram tillaga að það yrði 21 helgar og búið að áætla kostnaðinn við þessa breytingu sem sirka 550.000 á mánuði eða 1100.000 fyrir 2 mánuði. Ég ætla að gefa orðið laust, það eru alls konar hugmyndir í gangi þetta og búið að bera saman við nokkur önnur sveitarfélög. Þannig að hver vill byrja? Hjörtur, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég átti smá samtal við hann Hermann, forstöðumann íþróttamannvirkja og fór í framhaldinu að velta þess aðeins fyrir mér. En Hermann taldi meðal annars að það yrði örugglega erfitt að manna þessar vaktir til 21 helgar og svo hafði hann líka þá tilfinningu að þetta myndi ekki skila aukin aðsókn. Og í framhaldinu gerði ég stutta könnun á opnunartíma nágrannasveitarfélaganna og ég kannaði meðal annars Þorlákshöfn, Reykjanesbæ, Sandgerði og Ásvallalaug í Hafnarfirði og eru þær allar með opnunartíma helgar frá 17 til 18 eða 5-6. Og mér langar því í framhaldinu að gera það tillögu að við myndum opna fyrr kl. 9 helgar og vera með opið til 6. Þá myndum við lengja opnunartímann 2 klukkutíma í stað 4. En það myndi þá kannski skila sér betur. Ég held að ferðamenn séu almennt myndu vilja koma fyrr á daginn heldur en seinna. Þannig að ég myndi skila sér betur og opna þá frekar fyrr heldur en 10. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hjörtur. Hjalli? Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta bara gott mál. Takk fyrir það, Hjörtur, að kanna svona hvernig þessu háttað hérna í kringum okkur. En ég tel að við þurfum að hafa þetta svolítið lifandi, en það erum við að reyna að breyta núna til að mæta svona öllum líkindum aukinni þörf. Og við verðum náttúrulega aðeins að halla okkur að sem sé forstöðumanni og starfsfólki sem getur upplýst okkur hvar þörfin sé. En ég veit það með alla svona vinnu, það erfitt að fá fólk til að vinna
vinna á kvöldin og helgar. Sjálfur hef ég nú unnið við það í 30 ár eins og leigubílstjórinn. En það ekki spurningin það. Ef við ætlum að þjónusta og við verum líka að greina að við erum með svona sérstöðu, við erum miklu nær Bláa lóninu sem offsetið. Þannig að við verðum að vera með þetta svolítið lifandi og ég mun samþykkja einhverja breytingar og þó að sé þessi kannski frá 9 og kannski til 20. En það eitthvað sem við verðum að vera bara svolítið vakandi yfir hver þörfin Og ég held að við viljum öll gera vel og þurfum að finna svona ásættanlegt plan í því. Annað sem kemur, þetta kostar einhverja fjármuni en við vorum búin að ræða það, við viljum setja fjármuni í þetta en svo óljósi þátturinn sá að við vitum ekki hvað þetta verður mikið notað og eftir að hafa farið sjálfur í heimsókn í sundlauginni í Mosfellsbæ og eftir því sem ég heyrði þar að það var nú eina sundlaugin á landinu sem að bæri sig rekstrarlega og það finnst mér nú alveg stórkostlegt. Þannig að við þurfum að vera bara svolítið vakandi á þessu hvað hentar en Hjörtur enn og aftur takk fyrir þetta. Þetta gott að fá svona innsýn í þetta. Takk fyrir þetta Hjörleif Guðmundur. Forseti, til hamingju með kjörið, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum hér með kostnaðaráætlun upp á 1100.000 fyrir 2 mánuði. Það ekki breytingin úr því að opna frá klukkan 10 á morgnana til 5 á daginn? Já. Ég get svona alveg tekið undir með Hirti að opna fyrir þá klukkan 9 til 8, en við erum samt með kostnaðaráætlun upp á 1100.000 til að bæta við 4 tímum. Þannig við hefðum þá opið til klukkan 8 á kvöldin frá 9 á morgnana. Það hljóðar þessi kostnaðaráætlun, þessi auka 4 tímar á dag. Þannig að ég get alveg tekið undir með Hirti að það væri jafnvel sniðugra að hafa klukkutíman fyrr á daginn. Það væri líka mjög gott úr því við erum að gera þarna tilraun með aukinn opnunartíma að hvort að starfsfólki geta lagt á sig að skrá niður hverju koma í þessum aukna opnunartíma þannig að við vitum hvort þetta borgir sig, hvort að fólk sé að nýta þetta. Og þá bæði hvort að Íslendingarnir sé að koma eða erlendir ferðamenn. Ég held að það ætti ekki að verða vefjast fyrir starfsfólkinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Ég setti sjálfur með mælendaskrá. Ég tek alveg undir það sem hefur komið fram og þakka þér Hjörtur fyrir að hafa farið í þessa rannsóknarvinnu að athuga hvernig þetta annars staðar. Það alltaf gott að sjá hvernig aðrir að gera hlutina en það rétt sem kom líka fram í máli Hjalla að við erum mikill ferðaþjónustubær. Við erum hérna bara í nágrenni við Bláa lónið og þar rosalega mikil aðsókn og við erum náttúrulega líka með glæsilegt tjaldsvæði, við erum með sletta af gistingu á svæðinu og ég veit að það hefur verið kvartað yfir því að það sé stuttur opnunartími sundlaugin helgar. En þessar tillögur sem hafa komið fram að opna eins fyrr, mér finnst það mjög góðar og ég held að sé líka mjög mikilvægt eins og Guðmundur benti á að við teljum og reynum að kortleggja hvort að þetta sé raunverulega eitthvað að skila sér eða ekki. Þannig að ég held að sko fyrir mitt leyti ég mjög hlynnti að við leggjum til þetta fjármagn í þessa 2 mánuði fyrir þetta sumar og síðan endurmetum við stöðuna og athugum hvort að þetta sé eitthvað sem að okkur finnst vert að halda áfram með. Ég hef svona aðeins verið að hlera og ég fekk upplýsingar hérna frá fólki sem að starfar í verslunarmiðstöðinni sem hefur verið að fá svolítið túrisma til sín. Og þetta var meðal annars eitt af því sem að fólk talaði mikið um. Það vildi komast í sund ekki á þessum tíma sem að opnunartíminn frá til 5, hvenær opnar helgar? 10 til 5, já. Þannig að en vilja fleiri taka til máls eða tjá sig málið þannig að við berum þetta undir atkvæðagreiðslu. Ég get upplýst ykkur það þetta mál líka á dagskrá frístunda menningarnefndar sem fundar annað kvöld og það það kannski til frekara útfærslu og umræðu innan þeirra nefndar og gott fyrir þau þá bara að fá ég mun reynda að sitja þann fund sem varamaður að geta komið þeim skilaboðum þangað hvernig umræðan var hér. Þannig að ef að það vilja ekki fleiri tjá sig opnunartíma sundlaugarinnar þá ætla ég að bera já. En þetta þá vantilega bara
Já, það er til upplýsinga, en ef það er einhver útfærsluatriði, þau eru í rauninni, nei, við erum að taka ákvörðun hvort við ætlum að gera þetta, en eins og ég segi, þá gæti það verið einhver umræða til dæmis opnunartíman, ræða, þú veist, er það 9 til 8 eða hafa þeir hugmyndir eitthvað annað, en við erum þetta er til upplýsinga, já. Júní og júlí, já. Já. Herðu, eitthvað fleiri spurningar? Sæti? Já, 8 til 5. Nei, hvað sagðirðu? 8 til 7 í Mosfellsbæ, já. Og þetta er kannski útfærsluatriði sem að þau hafa kannski eitthvað lóð á vogarskálarnar líka í nefndinni á morgun. Ég meina, við þurfum kannski ekki að rita í stein aðal ákvörðun hérna er að taka ákvörðun að veita fjármagn í aukin opnunartíma. Þannig að þeir sem eru sammála þeirri hugmynd að leggja til auknu fjármagn til þess að auka þessa þjónustu, það er réttu pönt. Það er samþykkt samhliða. Það voru 12. mál, félagsmálanefnd breyting á varafulltrúa G-lista. G-listin ætlar að gera breyting á varafulltrúa sínum í félagsmálanefnd og í stað Þóru Sigfússonar ætlar Aneta Björk Sveinsdóttir að taka sæti. Og ég ber það upp til atkvæðagreiðslu þeir sem eru sammála þessari breytingu réttu bönd. Það er samþykkt samhliða. Og það eru líka breytingar í hafnastjórn og við D-lista. D-listi gerir breyting á fulltrúa sínum í hafnastjórn. Gunnar Harðarsson verður aðalmaður í stað Öldu Gylfadóttur og varamaður verður Hallfreður Bjarnason. Þeir sem eru samþykkið þessari breytingu réttu pönd. Það er samþykkt samhliða. Þá aftur að íþróttamiðstöðinni og hér hefur bæjarráð samþykkt tillögu kaup á sána við Sundlaugina og leggur til við bæjarstjórn að það verið samþykktu viðauki við fjárhagsáætlun þessa árs að fjárhæð 1 milljón sem kemur til lækkunar á haldbæru fé. Við vorum með fjármuni inn í áætlunin okkar en það kom í ljós að þetta er aðeins dýrara en við áætlum og gerðum ráð fyrir. Þannig að hér er óskað eftir viðauka eitthvað sem vil taka til máls undir þessu lið. Gjörðu svo vel, Hjalli. Já, ég held að það sé bara mjög gott mál. Ég mun samþykkja að fara í þennan viðauka vegna þess að það er mikið búið að tala um að þurfið sána og eins ef við ætlum að auka opnunartímann og ef við ætlum að fá ferðamenn til að nýta sér það þá þurfum við að gera aðeins betur. En enga síður þá vil ég minnast á það að við þurfum að óska eftir forstöðumannum okkar. Hann gerir líka svona greiningu á hver notkunin er vegna þess að miðað við það sem við erum hjá okkur, þetta er 10 til 12 manns og svona hvernig þetta er að fungera. Þannig að við fáum svona einhverja greiningu að við séum að gera rétt. Það er voðalega gott að vita það. Þannig að bara það komið fram að taka þetta út. En mér líst mjög vel á þessa hugmynd að þetta verði svona fullbúnari Sundlaug heldur hún hefur verið. Takk. Takk fyrir það, Hjalli. Ásson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir það með Hjálmari að ég fagna og við fögnum þessu skrefi og við erum að auka þjónustu við bæjarbúa. En ég velti alveg fyrir mér, þú veist, áhans að ég ætla eitthvað að hljóma neikvæð, en höfum við eitthvað skoðað svona rekstrakostnaðinn? Er hann mikill? En ég tek það samt fram að ég eins og þetta er bara gott skref. Róbert ætlar að svara þessu varðandi rekstrakostnaðinn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það verður ekki tekið sérstaklega sama hver aukin rekstrarkostnaður er. Það eru aukin rafmagnsnotkun. Þannig að rafmagnskostnaður mun aukast vegna þessa en laun og annar rekstrarkostnaður er ekki aukast. Það er fyrst og fremst rafmagnskostnaður sem mun aukast og þá viðhald í framhaldinu þegar og ef að því kemur.
Ok, það má bæta við að það er búið að vera mjög lengi í pípunum að koma upp gufubæði eftir að við breyttum, rifum niður það gufubæði sem var til staðar þegar við ákvaðum að koma tímabundni, við vorum með tímabundna lausn á íþrótta lyftingaaðstöðu og síðan vildum við vera með eitthvað sem að yrði ekki fyrir þegar við myndum síðan breyta sundlauginni þegar kæma því. Þannig að það voru nú töluvert hærri fjárhæðarnar í fjárhagsáætluninni þegar við vorum með upphaflegu hugmyndirnar gufubað. Þannig að ég mun fyrir mitt leyti samþykkja þessa auka milljón til þess að hægt verði að gera mjög ásættanlegt að mínum mati gufubað og vonandi verður það nýtt. En ég tek alveg undir það sem að Hjalli er að segja, það er líka gott að fá svona nokkurn veginn notkunina á því. Þá ætla ég að bera þennan viðauka upp til samþykktar, þeir sem eru sammála því að veita 1 milljón í viðauka við gufubaðréttarbönd. Það er samþykkt samhliða. Og þá hefur sviðsstjóri félags- og fræðslumála stigið í hús og við getum þá farið aftur að málinu sem við frestuðum, sem er mál 10 og er búsettumál eldri borgara í Grindavík. Máli heitir uppbygging við Víðihlíð en hér eru tillögur að breytingum og reglum úthlutun íbúða í Víðihlíð. Þær eru lagðar fram til umræðu ásamt frumvarpi til laga almenna leiguíbúðir. Við erum búin að vera 3 í þessum stýrihóp ásamt fleira góða fólki. Nökkvi satt með okkur, Sirri og Inga Reynis í Víðihlíð, starfsmenn Víðihlíðar og svo hún Matti sem var fulltrúi eldri borgara í nefndinni. Og afraksturinn eru þessar reglur, drögin sem að þið hafið fyrir framan ykkur og hingað er komin Nökkvi Már Jónsson, velkomin. Vilt þú koma hér upp og gera eitthvað sérstaklega grein fyrir þeim? Það eru allir búinir að fara í gegnum þessar reglur. Ég get svo sem kannski bara aðeins stikla á stóru. Þetta eru náttúrulega bara mjög fína reglur. Það voru nokkur atriði sem við vorum svona að ræða í nefndinni. Annars vegar bara aldur þeirra sem að heimild hafa til að sækja íbúðir. Það eru 72 ára. Fólk er að eldast og er hressara þannig að þetta viðmið var niðurstaða fundarins og síðan er ár að fólk hafi búið í sveitarfélaginu í ár áður en að það getur sótt og síðan er búið að breyta fyrirkomulaginu á biðlistum. Það er ekki með þeim hætti eins og var heldur þegar íbúð losnar og þetta finnst mér mjög gott að þá er svo íbúð auglýst á vefnum og fólk sækir og síðan er úthlutað og síðan er engi biðlistar. Svo bara þegar það losnar önnur íbúð og þá sækir fólk bara aftur. Ég ætla bara að gefa orðið laust. Það eru eflaust einhverja spurningar og einhverju punktar sem þið viljið ræða. Ég fagna því að hér séu komnar reglur sem að við getum stuðst við. Við erum að taka í gagnið 6 nýjar íbúðir á næstunni þegar búið er að byggja þær. Og við höfum verið að skoða bæði hugmyndir að sértækum húsaleigubótum sem getur komið inn á móti en það mun í kjölfarið á breyttum reglum hækka aðeins leiguverð á íbúðunum. Ég ætla nú ekkert að lesa allar þessar reglur upp en ég svona aðeins kom inn á það sem að en orðið er laust. Gjör svo vel, Hjalli. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Jú, ég var og er í nefndinni sem hefur farið yfir þessar reglur og þetta er nú svo sem ekkert auðvelt. En það er komið ansi gott niður á blað og það er búið að svona reyna að mæta svona öllum almennu þörfum og eftir sem maður hefur kynnt sér með gömlu reglurna þá voru þær nú svona barn síns tíma og það er ýmislegt sem við þurfum að laga þarna. Svo það komið skýrt fram að vinnan í þessari nefnd var bara mjög góð og fengu þarna reynslu mikið fólk með okkur pólitíkusonum eins og ég segið og náttúrulega með starfsfólki, Nökkva og Sirri.
en við höfum svona unnið okkur niður á lausnir og svona, og ég viðurkenni það, ég ekki sammála öllu sem þar og það hefur nú bara bersýnilega komið í ljós á fundunum, en til þess að reyna að ná einhverju svona kontróli á þessu og þá hefur maður svona reynt að bara að vinna þetta eins vel og hægt og þar kemur til dæmis í 3. grein að í A-lið umsækjendur íbúðir skulu hafa náð 72 ára aldri og þá kemur spurningin, af hverju 72 ára? Jú, það kom fram áðan að við erum að verða hressari og svona, kannski þetta og það ég gat sagt mig við þetta vegna þess að það eru undanþágu tilvik ef eitthvað annað ef það eitthvað sérstakt við þá eru undanþágur þannig að það ekki algilt að það sé 72 ára og mér finnst að við þurfum alltaf að meta að reglurnar sé ekki svo stífar að við getum ekki metið þarfir ákveðna einstaklinga hvers og eins og annað í þessu, það B umsækjandi skal hafa átt lögheimili samfellt í sveitafélaginu í 12 mánuði og eins og þið sem sátu með mér í nefndinu þá var ég mjög ósammála þessu. Menn voru að tala 12 mánuði, 18 mánuði og allt þar og þetta var svona einhver niðurstaða, 12 mánuðir. Ég sagði á fundi, ég vildi hafa þetta 5 ár, það bara þannig. Hvort að það rétt eða ekki veit ég ekkert því að það svo sem ekki við mig, en ég varaði bara við því að við erum að gera þetta fyrir Grindvíkinga fyrst og fremst og þessi íbúðir ekki að standa tómar, við að leyfa fólki að njóta þeirra, en ég set svona spurningamerki við þessa 12 mánuði vegna þess að við erum með fólk hérna sem búið að búa hérna alla sína ævi, hafa borgað öll gjöld og alla skatt og skyldur hér og það kannski á biðlista og síðan kemur fólk annar stað frá, veit af því að við erum kannski með glæsilegar íbúðir eða þægilega þjónustu, þetta geta verið ættingir og annað, ég veit þetta viðkvæmt mál, en það getur ekki kannski talið sanngjarnt eins og blasir við mér að slíkt fólk gangi fram fyrir fólk sem búið að búa hérna í alla sína ævi og borgað skatt og skyldur og það fer fram fyrir. En ég veit þetta kemur að mati, það matskerð og eitt og annað, en þetta svona stakkaði eins og ykkur. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, en þetta ekki öfundsvert verkefni og annað sem að fólk verður að vita í sambandi við, það í sambandi við hérna, við erum einstaklingsíbúðir og svo hjónaíbúðir og það mjög slök nýting ef við erum með mikið einstaklingum í hjónaíbúðum og það kannski hjón eða 2 einstaklingar saman sem vilja fara í þær íbúðir. Þess vegna reglurnar að grípa aðeins inn í þar og það gott og þess vegna var líka ákvörðun tekin að byggja fleiri einstaklingsíbúðir núna sem sé 4 og 2 hjónaíbúðir til þess að mæta báðum hópum og það var vel en enn og aftur ég vil nú bara þakka nefndin samt fyrir að hún var mjög lausnamiðuð og við fengum mjög góða sérfræðinga til aðstoðar þessa hluti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hjalli. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós, ræða reglurnar eða spyrja nökkva, gjör svo vel, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nótað hjá mér ýmsar athugasemdir sem ég geri við þessar reglur. Þar fyrst að ræða í 3. grein sem að Hjálmar minntist hér á. Það aldur íbúan sem að Grindvíkingar þegar geta fara að sækja 72 ára. Mér finnst það í raun og veru fráleitt. Það miðað við 67 ára aldur í öllum umræðum og reglum eldri borgara og ég skil ekki hversu óskóflum við heldur því þá bara ekki inni. Það á ekki endilega vera búið til undanþágur fyrir það sem talið nokkuð eðlilegt. Þannig að mér finnst eðlilegast að hér væri 67 ára eins og raun og veru var í upphaflegu draugunum. Annað
er í B-hluta 3. greinar. Það er umsækjandi skal hafa lögheimili samfellt í sveitarfélaginu í 12 mánuði. Og það er ég algjörlega sammála Hjálmari, mér finnst það algjörlega út úr korti. Og öll hans rök virkilega gilda í minni röksemdafærslu. Mér finnst 3 ár lágmarkið. Þegar við erum, eins og núna er staðan, virkilega vöntun, þá erum við virkilega að byggja fyrir okkar fólk sem hefur hér mestan hluta ævinnar og við eigum þá bara að gefa það út. Það er mín skoðun. Við erum með undanþágu greinar í 4. grein og þær eiga að duga fyrir það fólk sem er þá nýflutt til bæjarfélagsins. En í mínum huga erum við að byggja fyrst og fremst fyrir þá íbúa sem að hér hafa búið sem lengst og borgað sína skatta. Í 5. grein er talað umsóknir og auglýsingu. Í auglýsingu skal greint frá helstu upplýsingum íbúðina og skal umsóknarfrestur íbúðina vera 2 vikur. 2 vikur jól, 2 vikur hásumar þegar fólk er í burtu. Mér finnst allt og skammur auglýsingafrestur. Það er mjög auðvelt að missa af 2 vikna auglýsingafresti. Þeir sem þangað vilja flytja er ekkert endilega fársjúkt fólk sem að ekkert getur farið og finnst mér eðlilegt að þarna ætti að vera 3 til 4 vikur hið minnsta. Ég veit okkur liggur á að koma íbúðum í leigu og ég skil það vel en í mínum huga er 2 vikna umsóknarfrestur allt og skammur tími. Í 9. grein stendur með leyfi forseta, sá umsækjandi sem hlýtur úthlutun skal með skriflegum hætti tilkynnt niðurstöðu úthlutunar, gott mál. Viðkomandi skal vera fluttur í íbúðina innan 2 vikna frá úthlutundegi. Af hverju? Þegar viðkomandi fær íbúðina afhenta, þá byrjar hann að borga leigu. Viðkomandi skal þó ekki vera einhvers staðar erlendis nýfarinn eða á sjúkrahúsi eða hvað svo annars staðar er. Það gengur ekki. Við getum ekki skikka fólk innan 2 vikna að flytja. Við erum að tala íbúan okkar sem vilja komast væntanlega þarna sem fyrst og við eigum ekki að vera svona tortrygging í garð þeirra að þeir ætli sér bara að hafa hana tóma. Því í næstu grein flytji viðkomandi ekki íbúðin innan 4 vikna frá úthlutun getur félagsmálanefnd ógilt úthlutunina. Og það er raun og veru nóg. Við þurfum ekkert að segja til það hvenær íbúðin á að flytja innan hversu margar daga. Það er enginn að fara að sækja íbúð og ætla bara að hafa hana tóma. Höfum trú á fólkinu sem er að sækja þetta. Það er talað 4 vikna. Innan 4 vikna getur félagsmálanefnd tekið íbúðin af. Ég veit að félagsmálanefndin, ég hef ekki trúað því hún verður svo ströng en mér finnst 4 vikur samt sem áður mætti vera aðeins lengra. Í 13. grein þar sem talað ef að það er að færa íbúa úr 2 stærri íbúðum í minni íbúð þá er talað að flutningur milli íbúða skal hafa farið fram innan 4 vikna frá því að leigutaka var tilkynnt brottflutningin. Við getum ekki haft þetta allt of strangt. Við erum ekkert að tala við lítil börn. Við verðum að gefa fólki smá andrými. Þetta er yfirleitt eldra fólk og það er kannski pínulega aðspurða. Þarf ættingja eða vini til að hjálpa sér við flutning. Þannig að gefið þeim aðeins lengur heldur en 4 vikur til að flytja. Uppsagnarfrestur á íbúð eru 3 mánuðir. Þetta er í raun og veru uppsögn á íbúð. Þú ert með samning þessa íbúð, þó svo að það sé eðlilegt að fólki þurfi það að minnka við sig eða það er eitt eftir. En ég er ekkert að tala þurfa að gefa þessum íbúðum 3 mánuði, en ég veit að alltaf lagi að þarna væri mánuður til þess að flytja sig á milli íbúða.
Þetta eru drög eins og hér hefur komið fram áður. Við ætlum ekki að greiða neitt atkvæði þetta að sinni, en ég myndi óska eftir því að nefndin fengi þessa athugasemdir og hún fær þær og tæki þær til efnislegrar athugunar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ég setti sjálf með mælendaskrá af því að ég sat í þessari nefnd og við fórum yfir öll þessi atriði sem þú ert búin að benda á. Bara mjög fínar ábendingar og máttu svo sem alveg búast við því að það sem var ágreiningur í nefndinni að þá yrði mögulega ágreiningur á fleiri stöðum og mögulega í bæjarstjórn. Það er rétt hjá þig Guðmundur, þú talar hérna 72 ára aldur, yfirleitt er þetta miðað við 67 ára aldur þegar fólk fer á eftirlaun. Algjörlega sársaukalaust af minni hálfu að hafa það 67 ára. En mér fannst í rauninni þessar undanþágur alveg geta tæklað það ef það er yngri manneska sem hefur þörf fyrir að fara inn að þá myndi 4. greinin tækla það. En ég er ekki sammála ykkur þegar kemur að, við getum svona bara aðeins að því að það er búið að koma hérna bæði Hjalli og Guðmundur, Hjálmar og Guðmundur hafa rætt þessa 12 mánuði sem voru settir inn í greinina, 1 ár, flestir, og við skoðum alveg fleiri hérna úthlutunarreglur hjá öðrum sveitarfélögum og það er enginn með svo há viðmið, ykkur ár. Það voru mjög margir með 6 mánuði. Við ræddum það að fara í 18 mánuði. Mér fannst það of langur tími af því að við getum ekki bara hugsað þetta út frá því að hér sé fólk að koma og ætla að vera í góðri þjónustu og hefur aldrei borgað skatta eða skyldu til hérna sveitarfélagsins. Ég skil hins vegar algjörlega þetta sjónarmið og þessi rök sem að þið eru búin að færa fyrir ykkar skoðun. En við getum líka verið að horfa fram á það að hér sé einstaklingur sem er búin að búa alla sína ævi í Grindavík, flytur síðan í burtu í einhvern tíma og langar síðan að koma aftur til fjölskyldu sinnar til Grindavíkur. Að þá finnst mér svolítið súrt að viðkomandi þarf að búa hér í 5 ár áður en hann getur sótt um að vera, áður en hann getur sótt um í Víðihlíð. Þannig þetta er alveg 2 sjónarmið þetta sem að mér finnst við þurfa svolítið að mæta báðum. En að öðru leyti get ég mér finnst algjörlega sársaukalaust að endurskoða þessar athugasemdir aðrar sem að Guðmundur benti á og við munum örugglega og vissulega taka þetta fyrir aftur í nefndinni og mér finnst mjög mikilvægt að þeir sem að unnu þetta með okkur, sem ég taldi upp hérna áðan, fara yfir þetta líka. En Ásrún var búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var ein af þeim sem var í þessum starfshópi og mér fannst hérna vinnan bara ganga ljómandi vel hjá okkur. Þetta var árangursríkt. Mér langar aðeins, Kristín María, þú komst nú aðeins inn á hérna það sem ég ætlaði að tala um. Þetta geta líka nú einmitt verið brottfluttir Grindvíkingar sem að flytjast í burtu og snúa svo aftur og þá finnst mér einmitt nokkur ár vera of langur tími. Mér langar líka að benda á fyrstu greinina. Að þarna er talað þetta reglur þessar gilda íbúðir aldraðra við Austurveg 5 í Grindavík. Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir aldraða sem þurfa á félagslegri aðstoð og stuðning að halda til að geta búið á eigin heimili. Og við ræddum það einmitt líka. Að þetta er í rauninni fólk sem þarf þjónustu. Og út frá því vorum við líka svolítið að ræða þetta aldursviðmið. En ég segi það líka að það er algjörlega sársaukalaust af minni hálfu að færa það neðar. Takk. Já, það var Marta og síðan Guðmundur. Forseta ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi aldurinn, þá
held ég að hann sé ekkert endilega aðalatriði og hvort það séu 67 ára eða 72, að það skiptir ekki endilega máli. Aðrar reglur og forsendur fara nægilega ígrundaði í það að það er að geta listað upp fyrir hvernig þessar íbúðir eru. Þannig að 67 ára allt í lagi mín vegna. Ég er sammála Guðmundi líka þegar kemur að því þessum tímafrestum. Mér finnst þetta oft ansi knappt og þetta geta oft verið einstaklingar sem þurfi bara aðeins meiri aðlögunartíma, aðeins meiri tíma til þess að færa sig íbúðir, færa sig inn og út, sækja Þannig að mér finnst að það mætti alveg rýmka þessi tíma viðmið. Þegar kemur að búsetu í sveitarfélaginu þá ég sammála Kristínu Maríu Ásrúnu og þetta aðallega íbúðir fyrir þá sem þau hafa þörf fyrir þær. Við þurfum að hætta alltaf þessari hugsunum við og þau, ég og hann, þetta bara hver hefur þörfina. Þetta kemur svo oft upp í svo mörgum málum. Ísland fyrir Íslendinga, Grindavík fyrir Grindvíkinga, hver hefur þörfina? Þetta erum við að byggja þetta til að koma á móts við þarfir sem í sveitarfélaginu okkar og ég er alveg viss að mun gera það. En að færa þetta eitthvað ofar en þessar 12 mánuði finnst mér bara algjör óþarfi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Guðmundur Gjörsval. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og flestir vita þá þetta náttúrulega ekki þjónustuíbúðir. Þetta bara íbúð á þessu svæði. Þannig að þarna getur verið einstaklingur sem full vinnufær. Það ekkert því til fyrirstöðu ef hann nær íbúð. En varðandi því sem hér var sagt áðan að rökin fyrir því ætti ekki vera meira heldur en 12 mánuðir samfelld búseta í sveitarfélaginu, þá erum við með eina grein, 4. grein, sem undanþágur. Og í B-lið 4. greinar segir, með leyfi forseta, umsækjandi hefur búið í Grindavík stóran hluta ævi sinnar en flutt tímabundið úr sveitarfélaginu vegna húsnæðisvanda, vinnu eða annarra málefna ástæðna. Hann kemst líka að. Þannig að það girt fyrir það að einstaklingur sem að flutt hefur úr sveitarfélaginu í einhvern skamma stund eða einhver ár geti ekki sótt Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Hjálmar Gjörsval. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. En þið sjáu hvað hollt að ræða þetta hérna okkar á milli og ég veit við viljum öll gera mjög vel fyrir okkar eldri borgara og standa vel að þessu. Það svona nú gott að svona fara yfir þó við séum ekki kannski sammála alla hluti en við getum verið sammála marga þeirra og til dæmis eitt sem var rætt hérna áðan í sambandi við 13. greinina í sambandi við flutningin og Marta kom inn á og Guðmundur að við höfum alveg rætt þetta í nefndinni. Það svolítið mál fyrir fólk á þessum aldri að þurfa að færa sig íbúð og það þarf að nálgast það mjög varlega. Hins vegar góð regla í þessu að leigusala sem Grindavíkurbær eða félagið, það á að annast flutningin. Og ég ætla ekki alveg að fullyrða með en ég get fallist á þetta með Mörtu og Guðmundi að þetta svona þessi tími svolítið svona pressandi en ég veit af hverju þetta lagt til af félagsmálastjóranum en við getum alveg fundið út úr þessu. Það verður ekki vandamáli en það gríðarlega mikið atriði og ég minntist á það að þegar við förum í þetta það ekki sanngjarnt gagnvart þeim ef það eru hjón eða tveir sem sækja paraíbúð að einn sitji þar inni og fari ekki. Reglurnar taka á því. Þannig að við erum að reyna að mæta sem flestum með þessu og það viðmiðið með reglunum. En ég fagna þessar umræðu og það fullt af hlutum sem við getum farið betur yfir og endilega ekki bara við sem erum í nefndinni, bara allir bæjarfulltrúar og allir sem koma endilega benda á ef það eitthvað sem verulega að fara fram hjá hópnum. Takk.
Takk fyrir þetta Hjálmar. Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er þörf umræða. Ég vil líka vekja athygli á því að fyrir fundurum liggur frumvarp sem nú er í annar umræðu í þinginu almenna félagsíbúðir eins og það heitir í frumvarpinu. Þar eru ákvæði sem gætu gagnast í því verkefni sem við erum að horfa á hér. Það eru komnar heimildir til greiðslu stofnframlaga, annars vegar frá ríki og hins vegar frá sveitarfélagi, og framlög sveitarfélagsins gæti þá verið í formi afsláttar af gatnagerðargjöldum eða einhver slíku, og við myndum þá fá stofnframlag úr ríkissjóði eða vaxtaði niðurgreiðslu úr íbúðalánasjóði. Það er líka þá heimild til 50 ára lántöku sem yrði þá væntanlega frá íbúðalánasjóði ef að frumvarpið nær fram að ganga. Ég held að þarna eru ákvæði þar þá tekju- og eignamörk í frumvarpinu og úthlutun. Þannig ég held að það gætu verið þarna sjónarmið bæði til gagns og gætu stuðlað að þessu verkefni sem við erum að horfa á hér, og gætu líka verið þar einhver ákvæði sem myndu þá þrengja valkosti, og ég held að sé mjög hollt að við horfum á þetta mál í samhengi við frumvarpi sem nú liggur fyrir, sem verður þá væntanlega tekið til þriðju umræðu innan tíðar og afgreitt fyrir sumar, og við skoðum þessar reglur og í rauninni framkvæmdina sjálfa, því að við getum ekki fengið stofnframlag í framkvæmdir sem eru þegar hafnar. Þannig að ég held þessi mikilvægt að setja framkvæmdir ekki að stað fyrir en að það er búið að meta það hvort við viljum sækja stofnframlagin og frumvarpið hefur verið afgreitt. En þetta opnar líka möguleika þetta frumvarp í tengslum við aðrar félagslegar íbúðir eða aðrar íbúðir sem við erum að reka, og þar gætu við mögulega keypt íbúðir líka og fengið stofnframlag til þeirra. Þannig hvet ykkur endilega til að skoða frumvarpið sem liggur fyrir fundinum líka og þá í samhengi við það sem við erum að gera hér. Já, takk fyrir þetta Róbert. Mjög gott að fá þetta innlegg varðandi frumvarpið sem snýra stofnframlaginu frá ríkinu. Þetta hafi verið mjög fínar umræður og margar athugasemdir komið fram sem við munum að sjálfsögðu taka með okkur inn í nefndina aftur. Og ég ætla þá að óska eftir bara núna síðustu áður en að við erum svo sem ekki að afgreiða þær formlega, þetta er bara til umræðu, þessar reglur eða þessi drög. Þannig að það er þá bara skráði það ekki rétt hjá mér að þetta var til umræðu og upplýsinga, er það ekki? Já, gjörðu svo vel. Fyrir ekki, heyrist í þeim heyrist í eitthvað á, ok? Já, það hefur komið hér fram sem sagt umræðum það hvort þetta séu þjónustuíbúðir eða ekki þjónustuíbúðir. Þetta eru ekki þjónustuíbúðir í þeim skilningi að málinu allra. Eins og þetta íbúðir fyrir fólk sem þarf að þjónustu að halda. Þetta eru íbúðir sem er ætlað að vera í mikilli nálægð við þjónustu. Úthlutunarreglur voru miðaðar að því að þeir umsækjendur sem eru í þjónustuþörf hafa ákveðinn forgang. Það kann að hljóma eins og hártoga, þetta eru ekki þjónustuþörf, en það eru íbúðir í nálægð við þjónustu. Þannig að ef það eru umsækjendur sem uppfylla almenn skilyrði til umsókn, ná þeim aldri sem á endanum verður inn í reglunum og fylla alveg heimiliskröfuna sem á endanum verður inn í reglunum, þá þarf það líka að vera í þörf fyrir ákveðna þjónustu til þess að vera með gilda umsókn. Það er ekki nóglega að vera íbúðis. Ef hann uppfyllir að öðruleyti skilyrðin aldur og heimiliskröfur, þá reynir það á hvort það sé þörf fyrir félagslega aðstoð og félagslega stuðning sem geta búið á því. Og ég skjóti inn í það. Það þarf ekki vera ef einstaklingur í þjónustu bæ sækjum sem þurfa enga þjónustu og engin önnur umsókn til staðar, þá grípur fjórðagreinin. Ef engin önnur umsókn til staðar, þá grípur fjórðagreinin sem fjallar undanþágur. Þá umsókn og hún verður lögð fram á borð. Fólk sem þarf enga þjónustu við, þarf enga þjónustu, getur flutt
takk fyrir þetta. Þá held ég að öllum spurningum í bili hafi verið svara og það er mögulega eftir að vakna fleiri. En ég legg þá til að þessu reglu verið vísa til frekar umræðu í bæjarráði og þá í nefndina ef okkur finnst tilefni til þess að mér finnst alveg fullt tilefni til að ræða það áfram við þær sem að sátu í nefndinni, það sem að hér hefur komið fram. Og síðan tökum við þær til síðari umræðu aftur þegar frumvarpi hefur líka verið afgreitt á þingi, að þá sjáum við líka svolítið svona hvernig landið liggur hjá okkur varandi okkar stöðu gagnvart ríkinu og fjármagni þaðan. Herðu, þá er það 11. mál. Nei, við erum búin með það. Fyrirgefið mig, við tókum nokkuð mál á undan þessu. Það er 15. mál sem að snýra knattspyrnudeildinni. Hér er að koma inn mál sem að snýr að framleggingu samnings vegna verktöku á umsjón mannvirkjana. Þetta er knattspyrnudeildin. Við samþykktum á fundi bæjarstjórnar í síðasta mánuði, 27. apríl. En það misfóst að gera viðauka við fjárhagsáætlun sem að voru samtals 3.240.000. Í bæjarráði þegar við tókum viðauka afgreiðsluna inn þar að þá lögðum við fulltrúar D og G-lista til að við bæjarstjórn þessi viðauki yrði samþykktur og hann kæmi til lækkunar haldbæru fé. Þar satt fulltrúi B-lista hjá. Og ég ætla að gefa orðið laust að það eru einhverjar umræður eða eitthvað sem að einhver vill koma á framfæri. Marta, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að segja að það er ánægjuleg reynsla að færa staðsetningu bæjarstjórnarfundar í þessa glæsilegu aðstöðu í Gjánni. Það er á sama tíma, samt sem áður, sorglegt að horfa yfir svæðið hér og hugsa til þeirra hugsjónar sem að baki lá þegar undirbúningur þess hófst. Draumurinn var að sameina allar deildir UMFG og skapa eitt hjarta fyrir íþróttastarfsemi bæjarins. Það hefur því miður ekki tekist, þar sem að stjórn knattspyrnudeildar hefur ákveðið að nýta sér ekki þá aðstöðu sem hér er í boði og setur Grindavíkurbæ í staðinn í þá stöðu að þurfa að greiða aukinn kostnað við rekstur og öðrum mannvirkjum á svæðinu. Svo ekki sem minnst á allan þann kostnað sem fór í að mæta kröfum knattspyrnudeildar þegar á hönnunar- og byggingatíma stóð. Ég veit það af eigin reynslu að í undirbúningnum var eftir fremsta megni reynt að koma á móts við deildina. En það var ekki nógu gott. Og þegar ég horfi yfir þennan glæsilega sal sem er frábært útsýni yfir knattspyrnuvöllin okkar, þá kemst ég ekki hjá því að velta því fyrir mér hvenær og hvort nokkuð tíma eitthvað verði nógu gott í augum forsvarsmanna knattspyrnudeildar Grindavíkur. En ég ætla ekki að halda lengra ræðu þetta mál. Ég fór vel yfir mína afstöðu á síðasta fundi bæjarstjórnar og í því ljósi mun afstaða mín verður svo sama og á síðasta fundi þar sem ég hafnaði umræddum samningi. Takk. Takk fyrir þetta, Marta. Verð allt í lagi að benda á það líka að hér er að ræða kostnað við fleiri mannvirki heldur en eingöngu Gulahúsið sem hefur verið svolítið mikið í umræðunni. En fleiri sem að vilja taka til máls undir þessu. Nú ef ekki, þá ætla ég að leggja það til leggja það í atkvæðagreiðslu að við afgreiðum þennan viðauka sem að gleymdist síðast. Þeir sem eru sammála því eru eftir bönd. Þessi viðauki er samþykktur með 5 atkvæðum. Þeir sem sitja hjá, 1 sem situr hjá, þeir sem eru á móti, 1 á móti. Fulltrúi D-lista, S-lista er á móti. Annar fulltrúi B-lista situr hjá. Þá er það 16. mál sem er slátt fyrirgefðu. Ásrún satt hjá, annar fulltrúi D-lista, nei, B-lista, það er alltaf margir stafir, og móti var Marta fulltrúi S-lista. Já.
bara hingrum aðeins á meðan þetta er. Já. Já, það er ekki tilefni til að setja ykkur að flokkalista. Já, Ásrún fulltrúi B-lista. Ok, þá er þessi afgreiðsla klár og þá fyrir við í 16. mál sem er sláttur opinna svæða. Það lá fyrir hér bara eftir síðusta sumar að það var ekki hægt að sinna alveg öllum þeim garðslætti sem þurfti og það liggur líka fyrir núna að hér er aðeins minni aðsókn í vinnuskólan heldur en var í fyrra sumar. Þannig að það var ákveðið að fara í að bjóða út sláttur opinna svæða og okkur barst eitt tilboð. Og hér er undirritaður verksamningur lagður fram til staðfestingar ásamt tillögu viðauka við fjárhagsáætlun sem er upp á 2 milljónir sem kemur til lækkunar á handbæru fé, afsakið. Þeir sem vilja taka til máls, gjör svo vel Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér þykir þetta svolítið há upphæð að slá opin svæði þrisvar við sumarið fyrir 5,6 milljónir. Er ekki að skilja málið rétt. Ég veit að það vantar í vinnuskólan eldri unglinga sem að geta og hafa réttindi til þess að slá og á þeim tækjum sem að til þess eru notuð. Þetta er ágætis tilraun og ég styð hana. En þegar það kemur fram á næsta ár, þá væri mjög spennandi að athuga hvort við getum ekki gert þetta betur, borga unga fólkinu okkar hærri laun, leyft þeim að vinna lengur og síðan þetta sjálf fyrir ódýrari pening. Við myndum bara hafa það í huga að ári. Ég hef fulla trú á því að við getum gert þetta á hagkvæmari hátt. Takk. Takk fyrir þetta Guðmundur. Það er bara gott og gilt að það sé kannað. Það barst bara eitt tilboð, ekki rétt mér í þetta. Fleiri sem vilja taka til máls eða hafa skoðanir þetta, ef ekki, þá ætla ég að leggja fram til atkvæðagreiðslu viðaukann við þetta svo hægt verði að sinna þessu í sumar og halda grænum svæðum til fyrirmyndar. Þeir sem eru sammála þessari viðaukaafgreiðslu réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhliða. 17. og næst síðasta mála og við förum í fundagerði. Það er knattspyrnufélagið GG sem bað styrk og hér er undirritaður samningur lagður fram til staðfestingar ásamt tillögum viðauka á þessu ári sem eru upp að 200.000 sem kemur eins og aðri viðaukar til lækkunar þessi kemur til lækkunar á eigin fé. Já, ok, þannig að það eins og hinir til lækkunar á handbæri fé. Orðið er laust. Ánægjulegt að hér sé bara komið öflugt íþróttafélag sem er ekki 4 deild. Í hvað deildir er? Já. Knattspyrnumenn geta lifa lengur á vellinum í GG eftir að þeir Hvað segirðu? Leikur klukkan 8, bara ef ykkur skildi vera að horfa, þá bara er hann hér með auglýstur á móti Snæfell. Ef að engir ætlar að tjá sig undir GG, og þá ætla ég að leggja þennan viðauka upp til afgreiðslu. Þeir sem eru sammála því að veita þennan viðauka upp á 200.000 krónur til GG, réttu pönd. Hann er samþykktur samhljóða. Að lokum er hér máli sem var tekið með afbrigðum eftir að það barst aðeins seinna heldur en mörkin voru að þá er ársuppgjör
2015, Grindavíkurbær og stofnanir. Ársreikningur Grindavíkurbæjar og stofnana hans fyrir árið 2015 tekið til síðari umræðu og vísað til yfirferðar endurskoðenda á fyrri umræðu 27. apríl síðastliðinn. Það hafa engar breytingar orðið á ársreikningnum frá fyrri umræðu. Ég ætla að gefa orðið laust núna. Þeir sem vilja tjá sig ársreikningin, eitthvað sem þú vilt koma inn á, Jón, varðandi ársreikningin, eitthvað? Nei, ekkert umfram það sem komið hefur. Nú, ef ekki, að þá, gjör svo vel. Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kom hér fram á síðasta fundi bæjarstjórnar að bæjarfélagið stendur mjög vel en þar að leiðir alltaf meiri krafa á bæjarfulltrúa að setja meiri pening í alla þá málaflokka sem að undir bæjarstjórn heyra og sjálfsögðu hefur það verið samtaka máttur bæjarstjórnar að skila bæjarsjóði frá sér með hagnaði og þó að hagnaður sé ívið meira núna heldur en oft stundum endranær þá verðum við að passa okkur því það fljótt að fara tilbaka í tapið. Ég tek undir það að þetta ekki endilega meirihlutanum að þakka, það eru allir sem hér hafa komið að máli. Hér hafa komið að, ætla ég að segja, og eiga allir bæjarfulltrúar þökk fyrir. Það er einn liður í fjárhagsáætlun sem að ég enga veginn, ég skal orða þetta öðruvísi, sem að mér finnst hafa hækkað mun hærra heldur en aðrir liðir. Og þar er ég að tala félagsmálin. Það er örugglega skýringar þar á, en ég tel samt að í fjársvinnunni í haust þurfum við að setjast sérstaklega yfir þennan málaflokk. Frá 2012 hefur þessi málaflokkur hækkað um 80%. Og ef allir málaflokkar hefðu hækkað við líka þá væru við í slæmum málum. Ég ekkert að segja eitthvað bogið við þetta en það er eitthvað þarna sem að ég ekki skil og þetta þurfum við að setjast yfir, þetta að gera hlutina öðruvísi, hvað eigum við að gera í þessu. Ég ekki að tala um að skera af eða skera niður, heldur fara grundigt í þennan málaflokk frekar en aðra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Ásrún, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði bara líka að láta í ljós ánægju mína með það hversu vel ársreikningurinn kemur út. Og það er ekki annað hægt en að vera stoltur að því að taka þátt í þessari vinnu. En mér langar líka bara svona örstutt að koma með svona varúðarorð eins og Guðmundur. Og það er mikilvægt að við höldum áfram á sömu braut. Og nú vonandi vilja fleiri flytjast hingað. En Grindavík hefur undanfarið lokkað fólk til búsetu. Og það kallar náttúrulega á bara aukna þjónustuþörf og innan fárra ára þá þurfum við að bregðast við fjölgun og sem felur þá í sig kannski aukin útgjöld. Takk. Takk fyrir þetta Ásrún. Róbert, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir það að það er mikilvægt að fara ítarlega í gegnum þennan vöxt sem hefur orðið í félagsþjónustunni undanfarin ár sem að skýrist af ýmsum þáttum og meðal annars á flutningi á verkefnum málefnum fatlaðs fólks. En þetta er kostnaður sem hægt er að stýra eins og öðrum kostnaði. Ég vil líka gera það eins að umtalsefni hérna að staðan er gríðarlega sterk hjá okkur núna. Það er búið að vera mikill tekjuvöxtur, það er mikill uppgangur í atvinnulífinu, hér hefur fjölgað íbúðum mjög mikið. En við erum að finna fyrir því núna, það er að fjölga líka þjónustuþegum og það mun örugglega aukast þrýstingur hjá okkur í þjónustunni. Við erum byrjuð að upplifa það í leikskólamálum, það er fyrirsjáanlegt í grunnskólamálum. Þannig að þarna eru þættir sem að munu auka hjá okkur útgjaldaþrýsting er byrjað og mun gera það fyrirsjáanlega á næstu árum. Ég held líka að það eru önnur mál sem við þurfum aðeins að velta fyrir okkur sem snúa þá húsnæðismálum og sérstaklega þá að það er
það virðist vera vaxandi þörf fyrir tímabundna búsetu. Það sé að koma starfsfólk bara víða um land, ekkert bara hér, sé að koma starfsfólk sem þá í tímabundnum störfum bæði ferðaþjónustu og í sjávarútvegi. Það ekki í mjög skamman tíma, ekki 3-4 mánuði eins og kannski var, heldur í 8-10 mánuði og vaxandi fjöldi af erlendum starfsmönnum sem eru komin. Þannig að þarna líka þá þáttur sem að geti aukið þrýsting og útgjöld og það mjög mikilvægt að hafa því í huga að þó að staðan sé mjög fín núna þá þetta fljótt að breytast ef ekki haldið vel á spöðunum. En það sérstaklega ánægjulegt hvað það hefur gengið vel hérna, það hefur verið bæjarfulltrúarnir hafa verið mjög vakandi fyrir því og samstiga í því að halda vel utan reksturinn og starfsfólkið hefur staðið sér vel í áætlanagerðinni og fylgja þeim eftir. Þannig að við þurfum að halda áfram þessari braut. Já, takk fyrir þetta Róbert. Ég tek undir það sem hefur komið fram. Við erum náttúrulega sveitarfélag sem vel rekið og við höfum haldið vel á spilunum og það náttúrulega bæjarfulltrúar og starfsfólk og sem hafa öll staðið að því að láta þetta ganga upp. En ég alveg sammála því sem Róbert kom inn á og við erum búin að vera að horfa á mikinn vöxt í sveitarfélaginu og það bæði náttúrulega skilur okkur útsvarstekjum en það hefur líka í för með sér að við þurfum að auka þjónustu og það kreppir svolítið skóinn í leikskólamálum og dagvistunarmálum og það mál sem við náttúrulega liggjum yfir núna og erum að reyna að finna flöt á. Það náttúrulega ótækt að foreldrar þurfa að vera heima með börnin og komast ekki út á vinnumarkaðinn. Og við þurfum, það okkar hlutverk að reyna að finna lausn á því. En þetta í rauninni síðasta málið á dagskrá. Við höfum farið, já, það komið að því, það þarf að víst að undirrita. Þannig við þurfum að undirrita, við erum búin að undirrita eftir bæjarstjórn. Þannig að við látum ársreikninginn ganga. Við látum þetta ganga bara. Nei, eigum við að rita all aftur undir? Já, Þá útsend dagskrá tæmd og næst taka við fundargerðir og þá rjúfum við útsendingu. Þannig að, já.